Monte Castillo í 10 daga og hvernig hefur gengið? Bara gengið alveg ljómandi vel og virkilega ánægður með ferðina í alla staði. Fyrir auðvitað kannski eitt, það er búið að vera svolítið basl, meiðsli og sem við vorum ekki með í fyrra á sama tíma. Það voru allir heilir allan tíman en nú hafa menn svona aðeins verið að fá bara hnjask hér og þar og það setur alltaf svona smá strik í reikninginn. Á öðru leyti hefur aðstæðan hérna alveg til fyrirmyndar og menn hafa bara verið að taka vel á og haft gaman að bæði fyrir utan og inn á vellinum og fyrir utan vellin. Tölum aðeins þessi meiðsli, einhver svona sem við getum hort á svona einhver frá í fyrsta leik eða í Íslandsmótinu? Sko, nú er náttúrulega Jonathan Glenn, hann meiðir sig á móti Selfoss og er ekkert með okkur hér í þessum 10 dögum en hann er náttúrulega leikbann í fyrstu 2 leikjunum þannig að það kannski kemur ekki að það kannski hann á að vera fitt í 3. leik hér á fyrir. Svo er náttúrulega með Oliver Sigurjóns sem er búinn að vera meiddur meira og minna alveg frá áramótum og kom aðeins inn á fyrstu æfingarnar en svona smá bakslag. Þannig að það er spurningamerki og svo hafa menn verið að detta en svona ekki í minni háttar. Verið að mistiga sig og fá eitthvað í tærnar og eitthvað svona, ekkert eitthvað svona sem á að vera eitthvað vandamál. Við getum sagt að það sem er vandamál í dag er Oliver og Jonathan Glenn. Það er þeir sem eru svona í ykkur vandamál. Aðrir eiga að vera orðnir fitt. Þú búin að vera að fá nýja leikmenn, hvernig finnst þeir hafa komið út? Áttar að fá þeir fleiri leikmenn eða fyrir mót? Já, sko, ég er bara virkilega ánægður með hópinn og náttúrulega það var svona spurningamerki eftir tímabilið hvort að Jonathan Glenn myndi vera að fara. Það var náttúrulega ánægjulegt að hann skildi endurnýja samninginn við okkur eða sem sagt skrifa undir svona permanent samning við okkur. Og þannig að hann er með frá byrjun. Við erum með Atla Sigurjóns frá byrjun sem kom bara í upphafi móts. Svo náttúrulega er Sergio búinn að bætast í hópinn, Guðmundur Atli sem er að koma mjög sterkur inn og svo síðasti er Daniel Bamberg sem er ég held að hann er eftir að koma mörgum óvart. Hann er frábær leikmaður. Þannig að ég á von á því að hann er eftir að hjálpa okkur mikið í sumar. Svo náttúrulega má ekki gleyma því að við erum með ansi marga strákar sem stóðu sig vel í fyrra sem voru bara í kringum 20 og það ætti allavega að vera þannig að þegar út árinu eldri að það átti að vera betri. Þannig að hópurinn er bara svo að koma ungi strákar upp þannig að það er bara bjart framöndan hjá okkur. Ertu með sterkari hóp núna heldur en síðustu leiktíð? Ég tel það vera. Auðvitað er náttúrulega þannig það er búið að vera meira svona smá ángrokkur með meiðsli og annað sem við bara vorum ekki einu en einu í fyrra. Gátum við spilað á okkar sterkasta lið alveg frá upphafi. Núna hefur þetta verið svolítið með nokkrir svona lykilpóstar hefur verið að detta út. En þá náttúrulega er mjög jákvætt að vera með breiðan hóp. Ég til með vera með mun breiðari hóp heldur en var með í fyrra. Og þar að leiðandi ættum við að vera svona með meiri samkeppnishæfari í hinum liðunum. Við sem finnst mér F-fangarnir líta mjög vel út þar sem ég tel að hafa skópið sigur hjá þeim í fyrra var bara breiddin. Þeir gátu verið að setja inn toppleikmenn að 3, 4, 5, 6 og það bara skiptir máli í þessu móti. Ertu búinn að setja markmiði fyrir Íslandsmótið? Já, við gerum það hérna úti saman og þau eru alveg klár. Það er bara raunin að fara í hvern einasta leik til að vinna. Við erum alveg lið sem eigum að geta á góðum degi getum vunnið hvaða lið sem en það virðist nú líka vera þannig að á slæmum degi getum við tapað hverjum sem er. Þannig að vonandi verða góðu dagarnir mun fleiri heldur en slæmi og ef það er niðurstaðan þá óttast ég ekki tímabilið og þá held ég að svona stuðningsmenn Breiðabliks geta átt von á góðu sumri en ég segi líka að það eru hörku fín lið þarna, ekkert bara við, það eru ansi mörg góð lið þannig að deildin held ég að eigi eftir að verða svolítið kannski vonandi skemmtileg en svo náttúrulega setur strik í reikninginn, Evrópukeppnin og ég hugsa að deildin fari ekki almennilega í gang fyrir en eftir Evrópukeppnin þegar Ísland er búin að ljúka þáttöku, þá held ég að menn geta að fara að einbeita sér að deildin heima. Treystirðu til að svona spá í hvaða 3 lið verða í baráttunni fyrir utan Breiðablik? Sko, ég held að það sé alveg klárt að það verður F-fáingarnir, þeir verða þarna uppi. Spurning bara hvort þeir verði í fyrsta eða öðru. Ég held að þeir fara ekki neðan en það og svo náttúrulega er svolítið spurningamarki með káringana. Búin að vera miklar mannabreitingar en eru náttúrulega með góðan hóp. Þannig að það er svolítið spurningamarki þar en þeir eru náttúrulega verið að berast þetta. Svo erum við með gríðarlega sterkan hóp stjörnumennir. Þannig að það er svona spurning hvernig tekst að möndla því saman. En þeir eru með virkilega sterkan hóp og svo eru Valsmenn. Þeir eru eftir að vera góður. Nú náttúrulega eru þeir með smá forskot á sum lið allavega.
að þeir eru komið glænýtt gervigras og geta æft á því í allan vetur og ég held að það er eftir að hjálpa þeim og þeir verða fínir. Svo eru ansi mörg lið, ég meina Fylkismönnum við spilað á þá, með fínasta lið, Víkingarnir og fleiri. Þannig að en það er kannski það sem kannski þessum liðum það sem að kannski á ekki vona að það verði svona stabilitet, en þetta eru klárlega lið. Segjum við ekki alltaf, það kemur alltaf eitt lið á óvart. Já, eitt spútning lið. Já, og það getur verið hvaða lið sem er og að því að mér hefur bara, við höfum náttúrulega spilað á því flesta og hafa alltaf verið hörkuleikir. Þá fer ég engan leik í Pepsi-deildinni og ætlar að valta yfir ykkur. Ég held að það sé svolítið búið. Fyrsti leikur Eyjúb og félagar. Já, við erum búin að mæta þeim tvisvar núna og það har bara verið hörkuleikir og ég á ekki von á neinu öðru og það verður jafn leikur og við þurfum að eiga bara toppleik til að sækja 3 stig og það eru líka alltaf þannig í fyrstu leikjunum, menn á fóta sig á grasi svona til að byrja með og það er eiginlega svona bara alltaf þá eru skrítin úrslit til að byrja með og bara við förum tilbaka í fyrra þá tóku Leiknismenn og skelltu Valsmönnum 3-0 og endon fóru þeir niður, þannig að þetta við getum farið alveg mörg ár aftur í tíman og þetta er alltaf hver einasta ári, en ég ætla að vona að það verði ekki Kópavoginum ykkur óvænt úrslit.